En við ætlum að byrja á svarta gullinu. Olía hækkar endalaust í verði. Það þekkja þeir sem þurfa reglulega að fylla tankinn. Hækkun olíuverðs gerir olíuleit á norðlægari slóðum mögulega. Það hefur því hýrnað yfir mörgum Íslendingnum yfir fréttum af fyrirhuguðum olíurannsóknum á Drekasvæðinu. Ekki síst íbúum Norður- og Austurlands. Menn horfa í því sambandi til þess sem gerst hefur í Noregi, en olíuvinnsla Norðmanna hefur haft mikil áhrif á staði eins og til dæmis Stafangur. Héðan frá Stafangri gerð út þjónusta við olíuboranir Norðmanna og umsvifin eru gríðarleg. Þetta hefur þýtt að Stafangur hefur byggst afskaplega hratt upp síðustu árin og áratugina og hingað flykkist fólk úr öllum heimshornum í atvinnuleit. Eitthvað í þessum dúr vonast menn til að gerist á norðausturhorni Íslands verði af olíuvinnslu á Drekasvæðinu. Það sem að menn hafa verið að horfa á er í fyrsta lagi umsvif sem að tengjast bara frekari rannsóknum á svæðinu sem að eru eftir. Og þá erum við að tala að nýta og byggja í raun og veru upp aðstöð á grunni þess sem fyrir þarna á norðausturhorninu, Vopnafirði og Þórshöfn. Á þeim tíma kemur í ljós, eða seinni hluta þess tíma getum við sagt, kemur í ljós hvort að þarna séu líkur til þess að sé að ræða vinnanlegt magn og þá hafa menn ákveðin tíma til þess að undirbúa þá frekari uppbyggingu. Hér á Þórshöfn búa í dag 500 manns og hér næg atvinna. En engu að síður líta menn til þeirra tækifæra sem olíuleit og vinnsla hefðu í för með sér. En gera sér samt hóflegar væntingar. Við gerum okkur væntingar en við vitum ekki hvað þetta getur orðið stórt og hvað þetta verður en við viljum allan að vera klár ef það verður. En í ykkar skipulagstillögum þá gerðu þið ráð fyrir samt gríðarlegri þenslu, jafnvel margföldun á byggðinni eins og hún hér í dag á Þórshöfn og Bakkafirði. Já, 2027 þá erum við að tala 5.000 manns. Það þá tíföldun. Það þó nokkuð bit. Það þó nokkuð stórt, já. Ég reynir nú með þeim en drægin aðeins úr því og vinni þetta og halda áfram að skoða þetta allt saman. Þótt Þórshöfn sé landfræðilega nær Drekasvæðinu, þá gera áætlanir ráð fyrir að Vopnafjörður gegni einnig stóru hlutverki ef kemur til olíuleitar og vinnslu, sérstaklega til að byrja með. Þar töluvert góð mannvirki til staðar og uppland af höfninni, þannig að það myndi nýtast mjög vel á meðan á leitar tímabilinu stendur. Nú þegar og ef olía finnst að þá yrði farið í það að reyna að byggja upp stórskipahöfn í Finnafirði undir Gunnólfsvíkurfjalli. Áður en til uppbyggingar kemur þarf hins vegar væntanlega að svara því hvort það sé raunhæfur möguleiki að olíuleit á Drekasvæðinu og hugsanlega líka við Austur-Grænland verði þjónustuð frá Íslandi. Þar sem Norðmenn hafa velt fyrir sér uppbyggingu á Jan Mayen. Það allavega ljóst að það yrði erfitt fyrir Íslendinga að keppa við Norðmenn á olíuleikunum. Kannski sér maður þetta nú jafnvel freka fyrir sig sem jafnvel samstarf Íslendinga og Norðmanna hvar sé svona bara skynsamlegast að byggja þessa aðstöðu upp. Því við vitum það að infrastruktúr og annað kannski ekki mjög sterkur hér á norðausturhorninu en ég held að hann sé samt fyrna sterkur ef við förum að bera það kannski saman við Jan Mayen eða ennþá norðlægari slóðir. En það lítur líka út fyrir harða samkeppni olíutækifærin hér innanlands. En í fréttum RÚV í vikunni var sagt frá því að olíudreifing ætlar að bjóða fram hafnaraðstöðuna í Reyðarfirði sem valkost í samvinnu við sveitarfélagið Fjarðabyggð. Og auðvitað alltaf samkeppni og það samkeppni það þegar atvinna annars vegar. Við finnum fyrir því að það samkeppni frá stóru höfnunum, bara eins og niður í Fjarðabyggð og Eyjafirði og víðar. En hins vegar hafa Langanesbyggð og Vopnafjarðarhreppur komið sér saman það að vinna saman í þessum málum til þess að styrkja hvert annað í þessu og reyna að ná árangri frekar heldur en að vera reyta fjæðrirna hvert sveitarfélag af hinnu. Það draumur flestra að sveitarfélagi þeirra vaxi og dafni. En það endilega gott að íbúafjöldin margfaldist á stuttum tíma? Já, ég myndi telja það. Þetta svona það svæði á Íslandi sem kannski mest í hættu byggðarlega séð fyrir utan sunnanverða Vestfirði og ég get ekki séð annað heldur en þessi jákvætt að það komi innspýting inn á þetta svæði og fólk geti farið að byggja upp staðinn fyrir að vera í endalausu svartsýnum að allt sé á niðurleið. Já, auðvitað má kannski segja það að þetta alltaf spurning hvernig viljum við hafa samfélaginu og annað. Ég tel að við eigum að taka þátt í þessu en við eigum að vanda okkur og við eigum að setja upp kröfur til þess að þetta sé allt
í eins góðu standi eins og hægt og ekki gefa tommu eftir á kröfunum og við eigum að reyna að byggja þetta upp í góðri samvinnu við ríkisvaldið, okkur og sveitafélögin hér allt í kring því að þetta ekki bara spursmál atvinnu bara í þessum litlu sveitafélögum hérna sem við erum að tala eins og Langanesbyggð og Vopnafirði, heldur kemur þetta til með að auka atvinnu í öllu landinu. En svo spurning hvort gríðarleg þensla á stöðum eins og til dæmis Langanesbyggð og Vopnafirði myndi soga til sín fólk frá byggðarlögunum í kring og veikja þau þar með. Nei, ég ekki trúaður á það að uppbygging á einum stað sé slæm fyrir aðra sem eru nálægt. Það miklu meira líkur á því að það smitist eitthvað út góð áhrif ef að það verður uppbygging þarna. Akureyri, Egilsstaðir, Húsavík, fleiri staðir. Eitt af því sem nefnt hefur verið ef olíudraumarnir rætast uppbygging olíuhreinsunarstöðvar og í ljósi umræðu olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum fyrir fáum misserum má spyrja hvernig fólki á norðausturhorninu hugnast slík áform. Við erum ekki að hugsa svona langt, en eins og maður sér nú á nýjustu olíuhreinsunarstöðum þá þetta bara flott eimingastöð. Þetta ekkert ljótt eða neitt óþrifnar í kringum þetta, en þetta ekki við maður ekki að hugsa svo langt. En engar auðlindir eru óþrjótandi og hvað gerist þegar olían búin, ef hún á annað borð finnst? 40-50 ár alveg nægur tími til þess að allir vilji fjárfesta fyrir 40-50 ár. Þannig að maður getur sagt það eiginlega seinni tíma vandamál. Vonandi fá svona staðir eitthvað annað hlutverk í framtíðinni og það svolítið erfitt að fara að ákveða núna hvernig hlutinni verða eftir 40-50 ár. Og það verður bara að koma í ljós.